Komið sæl. Takk fyrir að bjóða mér að vera með ykkur hér í dag og fjalla aðeins það sem við höfum verið að fást við hjá Nova. En á árinu 2017, núna í dag, akkurat 10 ár frá því að Nova opnaði formlega 1. desember 2007 og upphaflega áhersla okkar var að koma inn á þennan markað og hefja 3G farsíma og netþjónustu og við byrjum á því að byggja eigið 3G fjarskiptakerfi á landsvísu og við náðum síðan þeim merka áfanga í lok árs 2015 að verða stærsta farsímafyrirtæki á Íslandi í fjölda viðskiptavina en við erum ennþá svo sannarlega litla fjarskiptafyrirtæki á þessum markaði í ljósi þess að við velta félagsins að velta Nova var 8,4 milljarðar á síðasta ári en fjarskiptamarkaðurinn er 55 milljarða markaður. Ég held að ef maður horfir aðeins á fjarskiptamarkaðinn og ég hugsa að það sem einkennir fjarskiptamarkaðinn og raunverulega einkennir markað í Íslandi er að samkeppni hefur ekkert verið virk mjög lengi, mjög víða. Og þó við sjáum að Landssími Íslands er stofnar þarna 1906, þá er það ekki fyrir 1998 að einokun á fjarskiptum er afnumin. Og það ár opnar tal og hefur GSM-þjónustu á Íslandi. Og síðan ekki aftur fyrir 2005 að ríkið selur símann. Og maður hugsaði einhvern veginn, bara meirist að þegar ég var að taka þetta saman og líka bara svona fljótur að gleyma, þú veist, það finnst mér þetta einhvern veginn mjög nær í tíma að það séu bara 12 ár síðan að þetta var staðan og Nova opnar þarna eins og segi 2007 og ég var svo lánsum að taka þátt í stofnun Tals sem var gríðarlega dýrmætur skóli á hann eins og segi 98 og farsíminn rétt að verða vinsæll og fyrsti Nokia 5010 að koma markað og þú veist, þetta var svona að byrja að gerast þarna 98 og það var verið að bjóða út fyrsta GSM-leyfið á Íslandi upp á það hvort það væri ekki einhver hérna sem vildi koma í samkeppni við Landssíma Íslands. Það var enginn. Það var bara Western Wireless International, amerískt fyrirtæki sem sóttu þetta GSM-leyfi og sem betur fer, því að það var þá allavega eitt fyrirtæki sem kom og var tilbúið að keppa og ég man þegar ég réð mig vinnu til Tals að fólk sagði, ætlar að fara að vinna, sagði fyrirtæki, hvað heitir þetta aftur? Og ætlaði að keppa við síman að 90 ára gamalt fyrirtæki. Hvað ætlir þið að gera betur en þeir sem búin að vera þessi 90 ár? Þú veist, og ég veist að já, okkur hefði kannski bara geta gengið nokkuð illa en samt náð ágættum árangri. Því að það er nú aldrei þannig að allir vilji versla við eitt og sama fyrirtæki. Það er aldrei þannig að öllum hendi sami hluturinn. Þannig að 97, fyrir akkurat 20 árum síðan, hafði Síminn 100% markaðshlutdeild og 41.000 GSM-notendur. Og það voru alls ekki allir á því að þetta selja símann. Og Jón Bjarnason var ekki einn á þessari skoðun. Þegar í Gallup-könnun sem við gerði í mars 2002, þá var það 61% þjóðarinnar sem var afar andvígt sölu Landssímans. Og ég man verið að hugsa, við vorum að stofna tal, við vorum búin að vera í þessu nokkur ára sem byrja, hvernig getur fólki fundist þetta í lagi? Og ég held að auðvitað þó maður segið að horfa þarna 2002 og svo 2005 á þessum 10 árum hefur auðvitað mjög margt gerst á Íslandi. Og minn eins og ég segi enn og aftur, viðskiptalíf á Íslandi er bara til ungt og það er ennþá mjög margir markaðir sem að mætti virka samkeppni enn frekar. Og ég held að svona sambærileg könnunda í dag myndu, fólki auðvitað finnast sjálfsagt og finnast stórskrítið ef að ríki myndi bara kaupa Nova eða eiga Nova eða sem betur fyrir hefur margt breyst. En við komum sem sagt inn á þennan markað 2007, ekki endilega til að hrista upp í einhverju markaði sem var þarna fyrir, heldur virkilega til að taka þátt í þeirri breytingu sem var ljóst að yrði. Því að 2007 þá er ekki 3G þjónusta hafin í Íslandi, en það var alls þar í Evrópu. Það voru 2 lönd utan Íslands þar sem að 3G þjónusta var ekki byrjuð. Og ástæðan, jú, það var fákeppni í Íslandi, það voru 2 fyrirtæki og það er fákeppni að ef þú ætlar ekki að byrja 3G þjónustu, þá ætla ég ekki að byrja 3G þjónustu, ef þú byrjar ekki, þá byrja ég ekki og svo bara hækkum bara verð á 6 mánaða fresti og þetta er allt gott. Og það er bara stundum þannig að einokun í fákeppni, að virk samkeppni og ég meina ég held að flestir trúi því í dag og alveg sama, en það er, maður heyrir það samt ennþá, þú veist, samkeppni er af hennu góða fyrir neytendur og samkeppni þýðir framfarir. Og manni finnst bara einhvern veginn skrítið að fyrir að segja það og ég hugsa að við horfum á fjarskiptageirinn í dag, þá er þetta samkeppnismarkaður. Og við vorum auðvitað lánsum að geta hafið 3G þjónustu þarna, jafnfætis samkeppnisaðilum okkar og tekið þátt í þessari snjallvæðingu sem síðan var það ekkert endilega alveg eins og maður átti von á.
Það var auðvitað margt sem að fór algjörlega eins og við áttum von á, en annað tók lengri tíma, annað styttri, og eitt af því sem við áttum til dæmis alls ekki von á var að til dæmis þessi snjallsímar, við héldum til dæmis að þessi framfarir í snjallsímanum og þessi flottu snjallsímar kæmi mun fyrr á markað. Og ég man eins og 2007 það var rosaleg vonbrigði að fyrsti iPhone síminn var GSM síminn, ekki 3G sími. Því að við byggðum út 3G kerfi og farsímarnir urðu að vera 3G farsímar til að geta nýtt þjónustu Nova. Og þegar verða mikla breytingar á markaði, þá þýðir það tækifæri. Og þegar markaðir ljóst að það að fara að einhver markaðir að fara að gangi í endurnýjun lífdaga, það að fara rosalega breytingar á markaðinum og það eru oft svona fyrirtæki sem fyrir eru og já, bara heimsendir. En það nú sjaldnast og í dag mikið talað disruptive business model eða augrandi viðskiptamódel og það sem þetta þýðir auðvitað ekki endalok farsímans og endalok símafyrirtækja, þetta þýðir breytingar og ný tækifæri og það var algjörlega fyrir síðan þarna 2005 að fólk myndi í framtíðinni hætta að borga fyrir símtöl. Það myndi nefnilega hætta að borga fyrir símtöl því að smátt og smátt fyrir allt yfir netið og þú borgar bara fyrir netþjónustu og símafyrirtækjunum alveg sama hvort þú horfir á bíómynd eða talar hvað þú gerir yfir þetta net. Þannig að þegar við komum inn á markað þá svolítið mörg svona trend og það nokkuð margt ljóst hvað að fara að gerast. En það var ekki saman på teiningin þegar við byrjum 4G-þjónustu. Við byrjum í 4G-þjónustu, þá erum við eitt af fyrstu löndunum í Evrópu til að hefja 4G-þjónustu. Á meðan við vorum eitt af síðustu löndunum í Evrópu til að hefja 3G-þjónustu. Þá sá maður svona betur fyrir hvað var í vændum. En það sem kannski fjarskiptageirinn og ég myndi segja fluggeirinn og margir geirar að vera skilgreindir svona eins og í kennslubókunum þegar maður í viðskiptafræði í gamla daga að þetta var svona atvinnugeirar með háa inngönguþröskulda. Þetta var svona það sem fyrirtækjum átti nú að líða vel og það væri svona til að varin fyrir samkeppni. Það er svo dýrt að koma og byggja fjarskiptakerfi og dýrt að fara í flugrekstur og sama með Uber. Það er svo dýrt að kaupa bíla og verða leigubílastöð. En það er ekki þetta saman, þú þarft ekki að eiga allt. Þú veist, það er komin sýndarveruleika fyrirtæki, það er kallað svona virtual farsímafyrirtæki, þú þarft ekki endilega að eiga flugvélarnar eins og fyrstu flugvélarnar í Vá þegar þreyttist ekki að segja að Vá væri ekkert flugfélag. Því að leiguðu vélarnar, þú veist það er alltaf verið svona svo í hinum sem eru á markanum fyrir líðið aðeins betur. En þetta er auðvitað búið að snúa þessi módeli auðvitað á hvolf og geirar sem taldir hafa háa inngönguþröskulda, ég meina það er bara búið. Það er alveg sama í hvaða geir og starfir í dag að inngönguþröskuldinir þeir eru allt aðrir en þeir voru bara fyrir 2-3 árum. Þannig að við komum inn á markað með 0 í Nova og þá auðvitað, þú veist, var eðlilega sagt, þú veist, þarna við þurfum ekkert að svara þessu, þú veist, hver ætlar að græða því, þú veist, 0 í Nova, þetta bara, verður fínt í nokkur ár og svo bara 0 krónur og bara, þú veist, peningurinn klárast, þetta bara búið. Og svolítið eins og Skúli kom inn á áðan, þetta var svolítið fagstakið, því að fyrstu viðskiptavinni 0 í Nova, í hvern nátt að hringja. Þeir þekktu engan annan í Nova, þannig að þetta tilboð var ekkert eitthvað svona brjálæðislega gott. Þannig en einhvern veginn þá, þú veist, urðum við bara að gera eitthvað því að það var ekki komin neitt sérstaklega flottir snjallsímar og það var eiginlega hægt að fara á netið heldur þó að við erum komið 3G-kerfi og við urðum það bara að finna upp á einhverju og 6 mánuðum áður en við opnum þá voru sett ný neytendalög á Íslandi þannig að allt vöruframboð sem við höfðum ætlað að kynna til leiks að það var bannað að gera lengri þjónustusamninga en 6 mánuði á fjarskiptageiranum en við höfðum einmitt planað allt okkar þjónustuframboð þannig og stundum það þannig að einmitt þjónustuframboð allt sem við ætlum að fara af stað með hefði kannski aldrei orðið að neinu úrvarð að við urðum að hugsa eitthvað nýtt og því meiri erfiðleikar sem gengur í gegnum annars hefði 0,9 og aldrei orðið til og það nú oft þannig að ofta sagt að því meiri erfiðleikar sem gengur í gegnum upp á sánum því heppnari verður og ég trúi því og það sem þú ekki gerir einhver annar og ég algjörlega samfærið það ef við hefðum ekki stofnað Nova að þá hefði nákvæmlega fyrirtæki eins og WhatsApp og Viber bara náð miklu meiri vinsældum hér á landi en þau gerði. Viber og WhatsApp ekkert sérstaklega þekkt vörumerki hér á landi en WhatsApp með 1 milliard notenda og það raunverulega víða heim þar sem þetta mest notað þjónustan fyrir símtöl og SMS eins og í Suður Ameríku og Spáni og bara mjög víða þar sem ekki var kannski virk samkeppni og í boði að hringja á lágu verði. Og það engin tilviljun að byrja með Skype því ég held að þú veist að maður horfir á fjarskiptageirann þá var það einmitt þar sem að viðskiptavinni voru virkilega látni blæða ef þú ætlar að hringja í vini og vandamenn erlendis. Þeir munið örugglega mörg inni eftir því að það var hringt á jólunum og mjög stutt. Og þar sem hagnaður og þar sem gróði, þar ertu þetta enn meiri tækifæri fyrir innkomu og enn meiri hætta á aukinni samkeppni. Og í dag líka að þú veist að það alveg sama á hvað að gera og starfa, samkeppnin alþjóðleg
Og það held ég líka eitthvað sem maður að horfa í áðan þegar að tala háa inngönguþröskuld, maður alltaf að horfa á skilgreina Nova bara Íslandi, þú ert að keppa við þessi fjarskiptafyrirtæki í Íslandi, að þá erum við í dag að keppa og við erum alveg sami í hvað gerum, við erum komin í alþjóðlega samkeppni og eins og við seljum iPhone símana að þá á sama tíma þá fer megnið í dag af skilaboðum notenda fer að það ekkert margir sem vita það með iPhone síma. Ef það blámerkt skilaboðin þín, þá fara kerfi Apple og þetta ekkert SMS-skeyti sem fara aldrei gegnum fjarskiptakerfinu í okkur og þú borgar ekki SMS-verð, þetta bara nettrafík. Apple gæti raunlega í dag tekið símaumferðina með nákvæmlega sama hætti, símaumferðin færi bara við þeirra net og kemur aldrei inn til okkar. En símafyrirtækin í Íslandi, við höfum þá allan það forskot, við erum búin að byggja fjarskiptakerfi í Íslandi og einhvern veginn þarf þessi grunnkerfi til þess að geta átt í samskiptum, en samkeppnin með þetta viðskiptasamband. Og við getum algjörlega átt á hættu að missa þetta viðskiptasamband að þú ert ekki lengur viðskiptavinur Nova, þú ert viðskiptavinur Apple eða Google fyrir farsímaþjónustuna og síðan fáum við bara greitt fyrir aðgang að þessu fjarskiptakerfi. Og þarna, þú veist, eru ennþá, ég meina endalausar breytingar handan við hornin sem við getum átt eftir að takast á við. Og ég meina Google í dag, ég meina þeir eiga frábært nafn, Nova, stofnun símafyrirtæki Nova. Við hefum betur átt að taka frá nova.com eins og við gerðum ekki. En og Google líka með Google Fiber ljósleiðara þjónustu. Þannig að þessi fyrirtæki alveg, þú veist, og það eru ný fyrirtæki að stíga inn í fjarskiptageirann og maður sé fjarskiptageirann vera að taka ný skref og þreifa fyrir sér í öðrum geirum. Og mikið rætt núna sérstaklega bankaþjónustu. Það sem sífellt fleiri símafyrirtæki eru að stíga skrefið inn í bankamarkaðinn. En eins og segðum, við lifðum ótrúlega lengi á 0,9 Nova því að þetta var eiginlega bara lygilega lítil netnotkun framan af. 2007, 2008, 2009, 2010, 3G, þú veist netið eins og það var, þú notaðir fyrst og fremst farsímann til að svara tölvupósti og fara inn á einhverja vefsíður og lesa texta og á netinu voru nokkrar myndir en aðalega texti. Og það ekki fyrir en að 4G-kerfin koma sem raunlega munurinn bara eins og að fara á ADSL í ljósleiðara, það munurinn 3G og 4G. Það ekki fyrir en 4G kemur að fólk virkilega að fá þessa netupplifun í farsímann og símtækin orðin þannig að það gott að nota skjáin á þeim og mikið öflugri símtæki. Við vorum hjá Nova, við hófum 4G-þjónustu í apríl 2013, fyrst fjarskiptafyrirtæki á Íslandi. Við vorum með ársforskot á samkeppnisaðilana sem virkilega skilaði Nova þeim árangri og þessum góða rekstri 2014, 15 og 16 þeim stað sem við erum á í dag. En eins og 2010, þá ekki á Íslandi notunum að segja kannski 39.000 gigabæt, allir notendur á Íslandi í netnotkun í farsímum, en 2015 eru 3,8 milljónir. Þetta aukningin í notkun netsins bara á þessum síðustu, segið á 5 árum. Þannig að, og Nova, við erum með 65% af allri netumferð í farsímum á okkar kerfi. En maður horfir bara svona almennt til þess að stofna fyrirtæki og eins og Skúli kominn áðan, þú veist, það fylgir því auðvitað alltaf áhætta. Og það stundum sagt að ef þú tekur ekki áhættu að stofna fyrirtæki, þá vinnur þú fyrir einhvern annan sem tekur áhættu og stofna fyrirtæki. Það bara alltaf áhætta að reka fyrirtæki. Þó þú haldir á sér búin að lifa eitthvað af fyrsta 1 eða 2 eða 3 árin, að þá þetta bara upp á lífdauða hverju ári, því þú veist aldrei hvað í vændum. Og maður bara, það sem skiptir svo rosalega miklu máli í fyrirtækjarekstri í dag, bara almennt, hvernig getur þú reynt að hafa hennan innbyggða frumkvöðulega anda í fyrirtækinu, því öll fyrirtæki bara einfaldlega þannig að þú ert stanslaust að takast á við nýjar áskoranir, en það engin ró. Þannig að það svo mikilvægt og það sem mér finnst erfiðast og við erum að berjast við Nova alla daga þegar núna fyrirtæki eru 10 ára, hvernig getum við haldið Nova á tánum, haft þetta úthald, haldið áfram að hlaupa og raunverulega tekið þessi atriði sem einkenna öflug frumkvöðulega fyrirtæki og sagt eins og það, frumkvöðlar með ástríðu og brennandi löngun til að ná árangri. Það gríðarlega mikilvægt fyrir frumkvöðulega fyrirtæki. Ég segi það bara gríðarlega mikilvægt fyrir fyrirtæki almennt að hafa stjórnendur sem með ástríðu og brennandi löngun til að ná árangri. Og þetta á bara við og það að byrja einfalt og hættan svo oft að byrja einfalt og svo með hverju árinu þá flækir hlutina þangað spennum svo lagir svo mikið að þú þarft að fara aftur upp á þessu reit og einfalda og svo byrjar að flækja og maður einhvern veginn alla tíðan við 0,9 Nova frábært og svo bara lítið á veru frambúð okkar já býtu af hverju erum við 0,9 í alla af hverju erum við ótakmarka á 500 mínútur og 1000 mínútur og bara þú veist þú ert bara komið alltaf mikið. Og það stundum það maður bara eftir að fara bara að heimsækja þar sem maður byrjaði og bara maður búinn að flækja þetta of mikið. Og síðan það bara miklu auðveldara
miklu erfiðar að flækja hlutina einfalda. Það svo erfitt að hafa allt einfalt. Það svo brjálæðislega mikil vinna og það líka brjálæðislega mikil vinna að hafa gaman. Það svo miklu auðveldar að hafa leiðilegt. Því að það bara svona einhvern veginn almennt í lífinu. Því að þú þarft að skipuleggja og plana og hugsa ef þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt. En ef þú ætlar að hafa leiðilegt þá getur þú bara lagst upp í sofa. Og svo viðskiptavinir í fókus, bara það eitthvað svona sem að bara, ég veit ekki neitt fyrirtæki sem að lifir af í dag af viðskiptavinir ekki í fókus. Þú veist, það ekki í boði annað og síðan það öflug fyrirtækjamenning. Og það oft sagt að fyrsta fólki sem fyrir umklöðu að ráða gegna lykil hlutverki í árangur fyrirtækja og ég algjörlega sammála því að það þessi fyrirtækjamenning sem svo erfitt að breyta og þú getur fengið svona tækifæri í byrjunum að gera hana einhvern veginn rétt og það fyrsta fólki sem þú ert að ráða sem að fer inn í fyrirtæki sem mótar og hefur svo svakalega sterk áhrif á menninguna og síðan þegar maður að bæta við fólki eins og við vorum ekki kannski eins og að bæta við 1000 manns, við vorum að bæta við kannski 80 manns á fyrstu 6 mánuðunum og þá gerir maður mistök í ráðningu. Þú ert að ráða 80 manns á nokkrum mánuðum, þú ert aldrei að ráða alla sem eiga cultural fit við fyrirtækið. Og það bara að þú að horfast í augu við það og ræða við einstaklingana, kannski verður þú bara ánægri í vinnu einhvers staðar annars staðar í Nova. Nova ætlar ekki aðlaga sig að þér, þú veist, við erum ekki með starfsmannahandbækur, við erum ekki með starfslýsingar, við erum ekki að skrifa allt niður, við erum ekki að ferla allt, ef þú vilt vinna í þannig fyrirtæki og fylgja þannig fyrirtæki, en við ætlum ekki að gera þannig. Og við erum ekki með starfsmannahald og við erum ekki með þetta, að það þora að segja nei. Og þetta þau markmið sem við settum okkur 2006 og við vinnum enn eftir. Við viljum vera besti vinnustæðar í heimi, við viljum eiga ánægðasta viðskiptavinna, við viljum vera eitt sterkustu vörumerkjunum á Íslandi og við viljum vera best á netinu. Þegar netið það sem við erum og ætlum okkur að vera sérfræðingarnir í. Þannig frá einokun í þetta fákeppni, svona var markaðurinn fákeppni þegar Nova kemur inn á markað, Vodafone var með 60% markaðshlutdeild og Siemens 60% og í dag þetta cirka 30-30-30. Við erum með 34,4% markaðshlutdeild í fjölda viðskiptavinna og svona 31-2% markaðshlutdeild í tekjuhlutdeild og við sjáum það að á þessum 20 árum þá voru virk símkort 40.000 og þau eru 436.000 mitt ár 2016. Og af þessum 436.000 símkortum þá cirka 10% þeirra í öðru en farsímum en þar spáð einmitt að mesti vöxturinn verður á næstu árum að það það að símkort fara í annað en farsíma. Og frábært að vera búin að ná þessari góðu hlutdeild í farsímamarkaði og ef maður byggir bara einhvers staðar annars staðar í Íslandi þá hefur maður nóga fólki til að halda áfram bara að selja farsímaþjónustu en það kannski líka áskorun við það að búa í Íslandi að þú getur ekki bara gert vörumerki sem bara ákveðin markhópur og gert það ógeðslega vel. Það bara ekki nóg. Því að það bara hópurinn og lítið. Þú þarft að færa þig vera fyrirtækjamarkað, þú þarft að fara og vaxa úr farsímaþjónustu og þú veist, annars getur þú bara ekki stækka og þróa fyrirtæki og það svo mikilvægt fyrir þennan frumkvöðan anda að vera alltaf að gera eitthvað nýtt og alltaf á sinn tíma. Þannig að það var kannski aðeins, okkur fannst vera aðeins rólegt hjá okkur 2015, duttum þetta frábæra app og ákveðum að gera aurappið sem við erum gríðarlega stolt af og við erum með yfir 25.000 notendur í dag. Og í apríl 2016 þá hófum við að bjóða ljósleiðaraþjónustu en af þessum 55 milljörðum sem fjarskiptamarkaðurinn þá farsímamarkaðurinn aðeins 16 milljarðar og hann hefur ekkert vaxið frá, þú veist, hann bara búin að vera 16 milljarðar síðustu, þú veist, 7 árin. Það engin veltuaukning á farsímamarkaði. Þannig að með því að hefja ljósleiðaraþjónustu þá stígum við inn á nýjan hluta fjarskiptamarkaðar sem cirka 10 milljarðar. Og eins og segðan, það svo rosalega erfitt að halda sér réttu með og kúrunni og það svo einhvern veginn miklu auðveldara að segja bara nú ætlum ég bara að taka 1 ár og taka aðeins rólega át, við erum búin að vinna svo ógeðslega mikið og svo manni eins og við vorum að byrja með Nova hvenær róast svona, þú veist, hvenær verður þetta svona aðeins minni vinna því að þetta var náttúrulega eins og skúli komin aðan það verður bara 24/7 vinna að stofna fyrirtæki og ég sagði það róast aldrei því ef það ætlar að taka eitthvað 1 ár eða mánuð og taka eins og tillit þá bara einhver annar sem tekur fram á þér. Því að það sem þú ekki gerir einhver annars. Og ég svo algjörlega eins og Nova, þú veist, eins og segi bara ef við hefum ekki komið 0 krónu í Nova, þú veist, og við erum með 140 manns í vinnu, nú þá hefði bara WhatsApp eða Viber eða einhver tekið okkar sillu hérna á þessu markaði og nákvæmlega eins og skúli komin aðan, ef hann hefði ekki stofnað Vá, nú þá hefði bara Norwegian eða EasyJet eða einhver annar tekið þetta og það væri ekki 1000 manns með vinnu hjá Vá og við værum ekki að skapa þessu atvinnutækifæri. Og við getum valið þau Íslendingar að fá hérna, þú veist, við þurfum bara að horfa á það, við erum í alþjóðlegri samkeppni, við ætlum að eiga sér fyrirtæki, við ætlum að geta ráðið fólki í vinnu og við ætlum að vaxa og þróa okkur, en við ætlum ekki bara
og þá er ég ekki að tala neikvætt í erlenda fjárfestingu, við viljum fá erlenda fjárfestingu til landsins, við þurfum líka að nýta okkur það að á netinu er engin landamæri og við erum ekki lengur eitthvað eyland og ein leið til að fjölga okkur hratt að það eru þetta að nýta sér fjarskiptatæknina og ég kem kannski aðeins betur inn á það og hvernig við getum tekist af við það, en mér finnst ótrúlega gaman að horfa á topp 10 verðmætustu vörumerki í heiminum, en árið 2006 að þá er þetta listi yfir verðmætustu vörumerkin í heiminum og Coca-Cola í fyrsta sæti. Árið 2016 þá eru Apple og Google 2 verðmætustu vörumerkin í heiminum. Hvorugt þessara fyrirtækja var á topp 10 listanum árið 2006 og það verður gríðarlega spennandi að sjá hvað fyrirtæki verða þessum topp 10 lista árið 2026. Það sem ég finnst líka ótrúlegt er að Coca-Cola var í 3. sæti og var í 1. sæti 2006. Nokia var í 7. sæti 2006 og þeir eru komast hvergi nærri því á blað og mér finnst líka ótrúlegt að McDonald's var í 9. sæti 2006, þeir eru reyndar ekki hérna á listanum 2016 en þeir voru í 12. sæti. Svona fyrirtæki eins og Coca-Cola, McDonald's á þessum tímum, það er alveg ótrúlegt að sjá styrkleika þessa vörumerkis og ef ég horfi aðeins á fjarskiptagerann aftur að þá voru mest seldu farsímar í heiminum voru 2006 var Nokia, Motorola og Samsung. En árið 2016, þá voru flestir farsímar í heiminum sem voru seldir voru frá Samsung, síðan iPhone og svo Huawei. Það er ekki margir sem þekkja vörumerki Huawei, en ég hef fulla trú á því árið 2026 þá mun Huawei vera á topp 10 listanum yfir verðmætustu vörumerki í heiminum. Hvað næst? Sem betur fer er alltaf eitthvað næst. Og það ef það, þú veist, 3G, 4G, 4.5G, 5G, allir hluti verða snjallir, sjálfkeyrandi bílar, lestar, sjálfkeyrandi flugvélar. Þannig að ég segi, þú veist, á einhverjum tímapunkti þá erum við Íslandingar ekki 300.000, við getum leyst fjölda starfa með róbótum og ég held að vélmenni, ef það er einhver þjóð sem ætti að taka því fagnandi og hérna bara, þú veist, eins og segi, þú veist, hætta að flytja inn fólk til að vinna í Leifsstöð og bara hafa það þannig að þú komist í gegnum flugvöllin og farið sem einum saman, það þarf enginn að vinna þarna. Að þannig munum við takast á við það að geta, þú veist, við erum ekki eins og segi, við erum bara að flytja á meilandið á internetinu og við erum eins mörg og við viljum vera. Síðan er auðvelt að veðja á vitlaust og einhver svona stórkostlegar tækniframfarir og við sitjum ekki öll heima hjá okkur með svona gleru og horfum á sjónvarpið. En það er spáð því að við verðum öll í einhverjum sýndarveruleika og það er spáð því að sýndarveruleikin og raunveruleikin munu renna saman í eitt og í dag er algjörlega það heitasta er Snapchat glerugun og ég segi við ertu með glerun þín Magga? Þetta er náttúrulega alveg, þið getur fengið að prófa Snapchat-gleruna eftir hjá henni Margréti samstarfskonu minni. Þannig að maður sér eitthvað hvað stefnir en maður getur aldrei auðvitað verið alveg viss og auðvitað í gegnum tíðina höfum við veðjað á einhverja nýja tækni dellu og maður það þá bara að vera fljótur að beygja leið og finna kúrsinn aftur. En mér langar að lokum að sýna ykkur stutt myndbrot frá því að Harald Pétursson samstarfsfélagi minn í Nova hann skrapp til Las Vegas en þar er stærsta svona dótasýning í heimi og hann kynnti sér það nýjasta og hverju megum við eiga vona á árinu 2017 og mér langar að enda á því. Hæ, við erum í beinni frá CES, stærstu tækjasýningu í heimi í Las Vegas. Hér eru geggjaðar græjur og allt það nýjasta fyrir árið 2017. Verið með á. Þetta er fyrsti snjallt hárbustin í heiminum, greiðir bara í gegnum hárið og appið í símanum segir hvernig þú átt að meðhöndla hárið, engin flasa. Þessi nýju hlaupaskór frá Under Armour er alveg geggjaður. Það segir til hlaupa hefðumðina og eins mælir aðeins stökkkraftið. Þessi píslétti snjallt Carbon Racer mælir og greinir alla þína hjólahegðun og kemur á tillögur á því hvernig þú getur bætt þig. Þessi krakka snjall tannbursti segir foreldrum til það hvort og hversu vel börnin bursta tennurnar. Svo bara Karius og Baktus atvinnulausir. Þegar þú ert að þjóta í svefni, færir þetta snjallrúm þig sjálfkrafa til. Þú þarf konan ekki lengur að halda fyrir. Hér á sýningunni eru líka allskyns róbótar eins og til dæmis þessi sem þrífur grillimanns. Nú á 9 ári þarf enginn að fara í ræktina, hann bara kaupir sér heimilistitran til að komast í form. Í gegnum þessum verðlaunagræju hér skammtar þú kettinu þínum bæði vatn og mat í gegnum farsímann þinn, svo nú getur þú bara átt kött í öðru landi.
Kveðjum frá stórborginni í Las Vegas. Takk fyrir að vera með okkur í dag. Þangað til næst. Takk.